Jæja menni, 4-1 sigur í blíðunni í Laugardalnum í dag. Þið ekki sáttið við framstæðuna? Jú, ég er mjög sáttið við úrslitin og framistæðan var þannig að þetta var sanngjarnt og rétt held ég allt saman. Já, þið skorið hérna 4 mörk í dag, sóknarlínan stór hættuleg. Er það nokkuð orðum aukið að segja að þið séu með bara mögulega bestu sóknarlínu deildarinnar? Já, hún er allavega 7. heitt, sem sagt, og frábært fyrir mig þetta sem þjálfara að vera með svona menn á bekknum líka fyrir utan starterana, þannig að það er bara heilbrigð og góð samkeppni en frábært að sjá og líka vinna fyrir eitthvað annað. Ég meina Jakob hefði klárlega getað skotið á markið þegar Viktor fær sitt mark og Jakob bara af óíðingirni og sem liðsmaður leggur hann í Viktor í betra færið, þannig að þeir eru að vinna þetta sama líka og við erum auðvitað bara að vinna allir saman að sama markmiðinu. Það talaðu sóknarmenn, Liam fer út af 59. Var það bara taktisk breyting eða er hann meiddur eða eitthvað? Já, við verjumst allir saman og þeir verjast og hamast mjög mikið okkar fremstu menn, þannig að og með þetta úrval á bekknum að geta haft ferska fætur og þessi gæði, þá var það í raun og veru bara pælingin að fá ferskari fætur og því að Liam hafði gert allt rétt og hann er alveg heill eins og svo sem allir sem kom út af. Þið sitjið núna á toppi deildarinnar eftir þennan sigur. Hefur byrjunin kannski verið vonum framar? Já, eins og alltaf, þetta er alltaf sama sagan maður reiknar, þetta er svona bland í bók allt saman, maður veit ekkert raun og veru hvað gerist þegar sumarið byrjar eins og þannig var þetta í fyrra, þannig í ár. Við erum orðnir aðeins svona rútíneraðri og auðvitað svona okkar system er aðeins lípara heldur en í fyrra og svo bara komin þessi svona aðeins meiri klókindi að klára leiki með betri úrslitum. ÍR-ingarnir úti í næsta leik, verður það erfiður leikur? Já, það er alveg gefið, þeir eru ekki svona taplausir og erfiðir við að eiga á sínum heimavelli sérstaklega. Þetta er bara enn eitt verkefni og okkur hlakkar mikið til að takast á við það. Takk fyrir.